Komið sælir og blessaðir, kæri tvíburar. Tvíburar mínir góðir. Kæri tvíburi, þú ert að fara að hætta þér inn á eitthvað svið, þar sem þú hefur ekki verið áður. Þú ert að fara að gera eitthvað nýtt, byrja á einhverju nýju eða bara skoða eitthvað sem að þið langar að sjá. Og spilið hérna að segja að þú ert nákvæmlega þar sem þú þarft að vera. Ekki kannski endilega þar sem þið langar að vera, en þar sem þú þarft að vera. Þannig að ef þú ert að velta fyrir þér hvort þú sért á röngum stað, þá er ekki svo. Þér er alveg óhætt að hætta þér inn á þetta nýja svið. Hlutirnir verða kannski ekki nákvæmlega eins og þú hélst. En spennandi engu að síður. Ef þú ert að fara inn í einhvers konar geira sem varðar lög og reglur og réttlæti, þá er það akkurat eitthvað fyrir þig og þið sem að eru ef til vill með þannig atvinnu sem tengist lögum og reglum eða eru þau hugsa að fara þangað. Þá er verið að leggja áherslu hérna á að þið geti hjálpað öðrum svo mikið með því að vera búnir að kynna ykkur eða búnir að læra þetta svið. Það er greinilega fólk hérna úti sem að þarf aðstoð ykkur að halda og þið getur hreinlega hjálpað bara með því að fletta upp einhvers konar leiðbeiningum eða lögum og reglum til að sjá hvernig hlutirnir eiga að vera og kannski er einhver annar að rétta ykkur hjálparhönd varðandi það sem rétt er. Hafið það bara í huga að það sem ykkur finnst vera réttlæti er ekki endilega réttlæti samkvæmt lögum og ekki heldur endilega réttlæti alheimsins, ef það er hægt að segja það. Hlutirnir koma oft til manns öðruvísi heldur en maður hefði viljað, en þeir bera samt alltaf í sér hvað á ég að segja? Það er sagt að yfirleitt séu 3 hliðar á öllum málum. Það er mín hlið, þín hlið og síðan hliðin sem er í raun og veru kannski hið eina réttlæti, sem er einhvers staðar mitt á milli. Og það er líka talað að réttlæti sé blind. Það er einhvers konar viðvörun eða aðvörun hérna að þér gæti fundist óréttlátt eitthvað sem að kemur. En að mestu leyti og fyrir ykkur flesta, kæru tvíburar, þá held ég að þessi orka sé jákvæð og hún verður til þess að þið lærið nýja hluti og að það opnist fyrir ykkur einhvers konar bækur, einhvers konar heimar eða einhvers konar svið sem að þið þekktuð ekki áður. Og það er svo sannarlega af hinu góða. Haldið bara áfram þessari góðu vinnu ef þið eruð í því að hjálpa öðrum. Það er tekið eftir því og það er að kannski að veita meiri þakklæti og gleði heldur en þið endilega vitið af. Að lokum ætla ég að taka hérna spil stokknum mínum sem ég kalla já og nei og allt á milli. Ef þið eru með einhverja spurningu í huga og þetta er meira svona gamni sem ég gerir þetta, ekki taka þetta of alvarlega. Hér kemur spil sem að segir bara alls ekki. Ok. Ekki veit ég
við hverju það svar er og annað spil hérna segir kannski. Segðu ekki nei, segðu kannski. Þannig að þið takið þessu bara eins og ykkur finnst passa. Gangi ykkur bara vel með þetta, hvað sem það er sem þið eru að fara að taka ykkur fyrir hendur, ljós og kærleikur.